nært að landinu, Kristján? Ég alinn upp á Patreksfirði í vestur. Og hvenær ertu fæddur? 28. júlí 1917, hérna við Kirkjugarðstíginn, í húsi sem að kallað var hús Bjarna Hringjara, hvorki meira né minna. Og hvenær fórstu svo á Patreksfjörð? Ég man ekki úr því að 7 vikna, það var. Já. Og hvað varstu það lengi á Patreksfirði? Nú hingað til Reykjavíkur flytt ég 1939 haustið. Sem sagt 22. Já. Og þá fjölskyldumaður orðinn. Hins vegar hafði ég verið hér í Reykjavík áður einn vetur í skóla hjá Finni Jónsssyni og Jóhanni Brím. Þá hef ég verið svona, 16 ára, 15-16 ára. Geturðu sagt mér aðeins svona frá þínum högum þarna á Patreksfirði þegar þú varst að alast upp? Þetta voru erfiðir tímar eins og oft ennú. Já. Sérstaklega svona eftir að kreppan byrjaði, atvinnuleysi og ég var snemma fyrir vinna, fjölskyldu og já, það má segja að þetta voru erfiðir tímar. Hvað gerði pabbið þarna og þínir foreldrar? Hann var trésmiður. Gerði hvort ekki, hann byggði hús. Hann bjóð til húsgögn, hann bjóð til báta. Og svona meðan að hans naut við, þá hafðum við það nú nokkuð gott. Já. Og hvað varstu gamall þegar hann féll frá? Verið 17 ára. 17 ára. Varstu mikið þarna, varstu mikið við sjóinn? Fórstu kannski í róðra og... Já, það var það eina sem tiltækt var til að halda lífi. Já. Fara á sjóinn. Já. Heldur það svona að fjaran og sjórinn og hafið hafi haft mikil áhrif á svona þína mynd, hvað ég að segja, svona mynd skinn? Það alveg örugglega það sem í mér vill losna úr mér aftur. Það það sem í mér býr í rauninni. Það hreyfingar og sú upplifun sem að þá átti sér stað. Ég held að það sé nú þungamiðjan í minni list. Já. Þegar þú horfir svona, fyrir að leita svona rótunum fyrir að þínum myndlistar áhuga, hvað kemur þér helst í huga frá þessum tíma? Sem svona kveikjur? Sem gæti hafa kveikt þetta? Já. Jú, það nú lítið atvik sennilega bara. Þá hef ég verið svona, 9 eða 10 ára gamall eitthvað svoleiðis. Þá kom Muggur þarna á staðinn, setti upp sína trönnur á ákveðnum sjávarbakka þarna og var að mála beygjuna á eyrinni þarna, afskaplega fallegur bogi og fjöllin hinum megin við fjörðinn og báta á sjónum. Þetta heillaði mig alveg gjörsamlega. Ég veist að það sé nú kannski byrjunin á þessu. Hvað er það í þínum karakter sem gerir að verkum að þú svona hefur eiginlega svona hristað þér alla andstöðu, allar... Það nú erfitt fyrir mig að dæma það sjálfan, en tilviljanir einkennilegar hafa allar tíðfylgt mér. Aldrei skilið það. Ég gat nú komist til dæmis til Kaupmannahafnar og farið þar til dæmis í akademíu eða eitthvað þvílíkt, en ég hafði bara engan áhuga á því og var fann að lesa mikið myndlist og sá að svona þjálfun eins og
þar fer fram átti ekki við mig og svo það fyrir tilviljun ég hitti mann út á götu sem að Indriði heitir Indriðason og rithöfundur, góður vinur minn. Hann segir mér frá því að hann sé með 2 blöð heima hjá sér sem hann langar til að sýna mér. Og það Saturday Evening Post. Þetta árið, 41, mætti segja mér. Og hann lánaði mér þessi blöð og ég sé leið þetta staðurinn fyrir mig. Það viðtal við mann sem eiginlega lifði aldrei viðtal við sig. Sá hét Dr. Barnes og á mjög merkilegt safn í Fíladelfíu og í sambandi við þetta safn rekinn skóli og ég ákvað það þá leið þetta mín leið og ég skrifaði þangað og fæ það svar að nemendur séu aðeins teknir inn eftir persónulegt samtal og ég skrifaði nú tilbaka og reyndar ekki fyrir löngu, nokkrum árum seinna þegar mér fannst að ég væri tilbúinn að fara og sendi þá smá mynd með ásamt bréfi og tók það fram að það væri nú ekki svona bara eins og að fara til næsta bæjar að skreppa til Ameríku og vera svo ekki tekinn og svo framvegis nema ég var aksepteraður í skólan og á þess að þurfa að fara í viðtal? Já. Og myndin keyrt að mér þegar ég kom þangað og svoleiðis að það gekk nú ágætlega. Þar var ég í 2 ár. Já. Heldur þú að vera heppinn að fara þessa leið frekar en að fara Ég efast ekki það. Já. Heppinn að fara ekki í einhverja skandinavíska akademíu? Ég vissi að það var gagnslaust sko alveg. Vissi það fyrirfram. Já. Þegar þú lítið svona í kringu þig til annarra landa og annarra málara, hvaða málara finnst þér helst að þú hafi svona verið áhrifavaldar í þinni list? Framan af var það nú Cézanne, það nú ekki nokkur var á því. Og nýlega var hringt til mín og spurt hvort ég vildi gera gamalli konu sem hringdi. Þann greið að setja nafnið mitt á mynd sem ég hafði málað þegar ég var 15 ára gamall. Það mynd af manni hennar sem þá var nýlega dáinn og ég sagði henni náttúrulega að koma með myndina eins og skot og ég skildi gera það. Hún var bara mjög illa farin og var svona. Svo ég sendi hana í viðgerð og lét svo mynda hana fram og aftur og svo fekk konan sína mynd. En þar svo augljós áhrif frá Cézanne. Nú á skólanum sem ég hafði verið í hjá Finni og Jóhanni. Og að vissu leyti myndi hún á kannski Jón Stefánsson að einhverju leyti. En hann lærði nú hjá Matisse? Sko, hann lærði hjá Matisse og Matisse bannaði þeim að stæla sig. Nema Jón tók upp þá aðferð að stæla Cézanne og dylja það svona á ýmsan hátt. En þetta lítið annað en Cézanne, margt að þessu. Kristján, nú í hugum almennings þá náttúrulega litið oft á listamanni sem svona, hvað ég segja, villuráfandi bóhem sem að lifir einhverju allt öðru lífi heldur en svona allavega millistéttin ef við getum verið að almúga maðurinn. Hvað segir það? Eru listamenn öðruvísi en annað fólk? Ég held að séu það nú ekki. En eins og þú segir þá hefur almenningur alveg örugglega þessar
eða svipaðar hugmyndir sérstaklega málara þó. Og maður tekur eftir því ef maður í húsnæðishræki fyrir vinnustofu þá það ekki svo auðvelt að komast inn í hús með slíkt. Menn líta á þetta sem einhvers konar neðanjarðar starfsemi? Ég veit það ekki, að minnsta kosti að þetta sé allavega ekki venjulegt fólk sem þarna ferðinni. Er þetta venjulegt fólk? Það það, svo sannarlega. Hvað allt annað snertir heldur en það sem það getur þá gert eða það getur gert betur en einhver annar. Nú má við svo segja að í myndlistinni sérstaklega höfum við náttúrulega átt svona mjög litríka sérvitring, ef við getum kallað það, eins og Jóhannes Kjarval og fleiri. Já. En heldur að Kjarval hafi haft svona jákvæð áhrif í þá átt að opna augu Íslendinga fyrir myndlist? Ég held að hann sé stærsti liðurinn í því sambandi. Vafalaust, því að menn eins og Ásgrímur og Jón Stefánsson reyndar færðu okkur tradisjónur Evrópu til Íslands og það gerði Kjarval líka en svona hvað sem annar staðar í heiminum skilst mér að hefði nú verið litið á myndir Ásgríms svona svolítið sem eftirhreytur af öðru sem að hafði skeð. Sama má segja Jón. Ég sé að þú ert með víða með hérna svona með bæði styttur og grímur og fleira. Já. Áður fyrr var álitið að þetta væru skrælingjar sem að þetta gerðu og undirmálsfólk af öllu tagi en þeir lumuðu á ýmsu. Svo sem eins og til dæmis að steypa málm og þeir réðu yfir tækni sem að síðan gleymdist og verið að uppgötva núna aftur til dæmis gátu þeir steypt örþund laufblað og það var nokkur sem menn kunni ekki hér í Evrópu þangað til núna alveg tiltölulega núna. Greinum og þú þekkir það frá þínum tíma þegar þú varst að byrja menn ungu mennirnir hafa svona tilhneigingu til að gera lítið úr gamlu meisturunum og vilja fara sínar eigin leiðir og þykjast nú lítið að þeim geta lært. Finnst þér hafa verið svona mikið kynslóðabil í myndlistinni hérna til dæmis á Íslandi? Ég held nú ekki. Ég sé ekki annað en að ég hef persónulega verið að fást við svipað og þessi nýju abstrakt menn sem mála núna. Hefur þið fundist einhvern tímann andaköldu frá þessum svona nýju kynslóðum sem koma? Alls ekki. Alls ekki. Hvernig var að vera listamaður á þessum árum, kannski 1947, lýðveldið nýtilstofnað og svona, hvernig hugur var í þessu fólki? Það var bjartsýni, virtist, og annað hitt að þarna framan af eftir ég kom heim virtist vera auðveldur að selja heldur en seinna varð. Það tóku við ákveðnar breytingar í íslenskri myndlist einmitt á árunum rétt á eftir, menn allir mínir kollegar, ungir, sumir af þeim eldri líka, urðu fyrir þessum áhrifum, geometrísku áhrifum frá París, Vassarelli og fleiri. Og
sem sagt að þá byrjuðu erfiðleikar svona fyrir mig persónulega. Mér fannst ég ekki passa inn í þennan hugsunargang og sneri mér raunar að öðru. Ég fór út í arkitektúr og teiknaði innréttingar í sölubúðir og gerði stundum dekorasjónir svona veggi. Ég held að það var allt saman glatast, bara eins og það leggur sig. Þegar þú segir að það hafi ekki passað inn í, hvað var það helst svona heldurðu að... Þegar þú segir að það hafi ekki passað inn í, hvað heldurðu að það hafi helst verið? Mitt málverk var meira í ætlitu buffet sem aldrei var geometrískur. Nú hugsaðum við að þegar maður lítur til þessara ára þá dettur mér í hug svona Laugavegur 11 og kaffihús og alls konar svona partí fram að morgun og svo framvegis. Varst þú mikið í svona, varstu mikið fyrir það að sitja á kaffihúsum til dæmis? Nei, ég alveg frábitinn því. Alveg frábitinn því. En hins vegar hittumst við steinn iðulega á borginni og nú, það var kannski drukkið púrtvínsglas og svona og síðan farið eitthvað út í bæ og við stunduðum það svolítið svona. En að sitja á kaffihúsum, það var alveg eitur í mínum beinum. Ég gat það ekki. Það þú hefur kannski allavega, þar hafa allavega skilið leiðir á milli þín og margra annara sem... Sennilega, já. Heldur þú hefðir haft meira upp úr því ef þú hefðir stundað kaffihúsin aðeins svona stífar? Nei, það ekki. Þú saknar þess ekki? Nei, alls ekki. Þetta var nú aðalega fyrir skáld held ég og svona sem... Ég held að myndlistarmenn hafi ekki verið mikið á því? Nei, ég held ekki. Þú segir að þetta tímabil eftir stríðið hafi verið mjög svona frjósamur eða frjór tími. Fólk að safna saman náttúrulega hafi verið í alls konar öllum heimshornum. Var ekki dálítið óvenjulegt svona listamannasamfélag hér? Menn komið úr ýmsum áttum og starfandi við ólíkar greinar? Jú, það er nú bara þannig að með mig persónulega að ég umgækst ekki svo mikið listamann. Á þeim tímabil, það er ekki fyrr en sko eftir 1947 að ég kem heim, að í rauninni að ég hafði reyndar kynnst Þorvaldi til dæmis upp á Húsafelli, bara, hvað, 41, 2, eitthvað svoleiðis. En það er ekki fyrr en eftir 47 að maður lendir í partíi með honum hér eða þar og heima hjá honum í Vesturbænum. Og það voru oft ansi skemmtileg partí og vel drukkið á köflum, allt í lagi. Á ég segja það smásögu kannski? Já, endilega. Hún er nú svolítið skringileg. Sko, oft var það nú þannig að maður hafði þá ekki nóg til næturinnar og þá var pantaður bíl með einhverju viðbót. Og hérna, eitt skiptið er það þannig að bílstjórinn kemur askvaðandi inn á mitt vinnustofugólfið hjá hérna Þorvaldi og segir: Já, ég er hérna með eina flösku og ef einhver treystir sér til að slá hana upp í einu höggi, þá gef ég flöskuna. Nú og það náði mig eins og skot og ég held að ég hafi nú orðið hvað mest undrandi af viðstöddum þegar ég sá buna á flöskunni leið. En sem sagt það hafðist. Þetta var annars nokkuð sem að menn gengu frá gjarnan og gátu ekki, það var korktæppi stífur í þessu. En það hafðist þarna í þetta skipti. Já, það er frægt orðið. Og ég man eftir til dæmis að Þorvaldur sagði gjarnan
þegar að minnst var á danska myndtökur hérna, hvað heitir hann, Mortensen. Já. Hann hafði tekið upp bjórflöskur með þumlputtunum svona, sko veist. Þá sagði hann alltaf söguna Kristján, sko. Svoleiðis að við höfum þarna einn á móti einum Dana svolítið. Já, já. Já. Þótti nú ekki verða. Það var í ágúst 47 að þá hitti ég Nínu Tryggvadóttur út á götu sem spurði mig að því hvort ég ætlaði ekki að vera með. Og með í hverju spyr ég. Jú, við ætlum að fara að sýna og þú verður vitanlega með. Það var 1. september sýning sem þá. Nú ég tók þátt í þeirri sýningu og síðan allar götur meðan hún var við líði. Geturðu kannski áður og heldur áfram sagt mér aðeins eða okkur aðeins frá þessari fyrstu sýningu? Hvernig þetta svona fór fram? 1. september sýningin? Já, það var vel að þessu staði. Það var eins og að fólk á þessum tíma hefði meiri tiltrú á mannum af þessu tagi og við lögðum í kostnað í sambandi við sýningarskrá, svona kostnað sem að engum myndi detta í hug í dag að leggja út í. Annarkvort að kostnaður við slíka framkvæmd hefur stórhækkað eða þá að menn búka ekki eins mikið upp á listina sem mér finnst alveg eins líklegt. Já. Og þetta var í listamannaskálanum? Já, þetta var mjög stór sýning. Hverjir voru fleiri í þessum hópi þarna? Nú þetta var Gunnlaugur Blöndal, það var Snorri Arinbjarnar, Þorvaldur Skúlason, Nína, nú og síðan var allt hitt liðið nýir menn í íslenskri myndlist. Karl Kvaran, Jóhannes Jóhannesson, Kjartan Guðjónsson, Valdi Pétursson. Hvenær fórstu fyrst að svona selja myndir? Hvenær fórstu fyrst að fá eitthvað út úr markaðinu hérna? Já, ekki hérna, það byrjaði á Patreksfirði. Það hefur verið svona 9 eða 10 ára gamall, skal ég segja. Þá teiknaði ég myndir af skútunum og bátunum þarna og seldi svonum eigendannar sko fyrir 10 aura eða eitthvað svoleiðis. Og það var business sko. Þú hefur snemma haft þessar svona business veru í blóðinu? Nei, ég hef aldrei haft hana. Þú hefur aldrei haft hana? Nei, ég óttalega vitleysingur þannig. En það er nú eins gott að listamennir þeir þurfa að sjá söluna líka, þeir hafi svona einhverja sölu. Já, ég er nú ekki sjálfsagt alveg gjörsneytur því þá hefði þetta bara alls ekki gengið. Hvenær geturðu sagt að svona að þú hafi verið farin að fá einhverjar svona tekjur, eitthvað svona sæmilegt lifibrauð af þínu list? Sko nú sjá. Ég flytti inn í Unuhús 1961. Á því tímabili sýni ég alveg stöðugt í Bogasalnum og reyndar víða ég sýndi út í Edinborg og ég sýndi með Sigurðun Ólafssyni í Háskólanum einu sinni og
það var skemmtileg sýning. Ég veit það ekki, það er einhvern tímann á þessum árum sem að ég bý í Unuhúsi sem að þetta fer svolítið að lagast. Ég man eftir því að hérna, það var árið sem að Steinn dó, við skulum sjá það, 58. Já. Þá erum við faðir þinn í bílnum og á leiðinni til Steins að heimsækja hann. Þá var hann orðinn veikur og var nú heima og þá reyndar. Og Ragnar spyr mig hvernig hafi gengið á sýningunni og ég sagði að ég væri búinn að selja helminginn af myndunum og þetta voru nokkuð margar myndir, ekki mjög stórar, einstaka mynd var stór, jú. Nema að faðirinn segir að já, þegar sýningunni lýkur ef eitthvað er eftir þá ætla ég að fá það. Það er eina sýningin sem ég hef selt upp, sjáðu. En þarna var þetta farið að ganga svona aðeins. Og nú í sambandi við að byggja þetta hús þá hef ég náttúrulega komið út myndum í staðinn fyrir bæði vinnu, efni og annað þess aftar. Og það má næstum heita kraftaverk að þetta skildi hafa getað skeð. Já. Og byggist ekki hvað síst á því að þarna var ég í 10 ár í Unuhúsi. Og náttúrulega ef hægt er að tala að ég hefi borgað eitthvað fyrir það að verið svona með einstaka myndi á og til. Ykkar samstarfið ykkar Manfreð sérna þegar þið voruð að hvernig hefur þetta gengið? Hvernig gekk að vinna með arkitekt? Nú hefur þú haft ábyggilega þínar hugmyndir þennan stað. Ég var mjög kunnugur arkitektur og að vissu leyti menntaður á því sviði að nokkru leyti. Þannig að það féll mjög vel á með okkur Manfreð og gerir ennþá við erum góðir vinnir. Nú er þetta eitt fallegasta hús í Reykjavík. Hvernig hérna, hvað heldur þú eigi mikið í því? Já, það er nú lítið. Það er nú lítið. Já. En maður veit aldrei hvað kemur út úr því að tala hlutina. Það er kannski, einhverju hlutir byrja nú í því kannski. Já. Nú ert þú í rauninni svona alveg óvenjulega farsæll listamaður að þú eiginlega nærð því takmarki seint og síður að vísu en að svona allavega eftir sem maður getur séð að hafa það svona alveg þokkalegt en samt ertu alltaf frjór og alltaf að gera nýja hluti. Já, já. Ertu ánægður með lífið í dag? Þetta er erfitt núna og er að byrja aftur og ég er hræddur við það. Það ég held að það byggist að einhverju leyti á því að það hefur orðið svo og er að verða svo afgerandi breyting á tengslum manna við peninga. Það er að opnast möguleikar til að ávaxta fé. Áður var þetta svo sem alveg út í hött að eiga pening og það var glatað fé sem maður átti og margur fjárfesti þá í til dæmis myndlist. Nú kaupa menn frekar kannski skuldabréf og fjárfesta í einu og öðru svona sem er hugsanlegt að gefi arð. Þannig að þetta er farið að koma fram á sölu myndlistamanna held ég. Svo er náttúrulega gífurlegur fjöldi af ungum mönnum og ungu fólki sem er náttúrulega að hasla sér völl, þannig að það hlýtur náttúrulega kannski hafa einhver áhrif. Heldurðu það? Ég held að það hafi nú ekki svo afgerandi áhrif, en það er eitt smá ólukkumerki á lofti í sambandi við þetta og það er að hér eru risin á fót fyrirtæki sem að handla með myndlist skildi kalla ákaflum og verðmætaskinn manna á
á slíku dóti vitanlega fyrir neðan allar hellur hjá þeim sem kaupa. Nú hefur þinn myndlistarstíll verið að náttúrulega breytast eins og lög gera ráð fyrir. Já, já. Og ef þú ættir sjálfur að svona lýsa þeirri þróun sem að gerast í þín eigin list, hvernig gætirðu lýst henni? Gætirðu skilgreint það? Það hugsanlegt að einhverju leyti þó næst það aldrei. Það alveg út í hött að halda maður ekki tæmt það við svona semni. Þetta bæði að mystískum toga og eðlilegum umhverfisáhrifum sem. En í seinni tíð það eingöngu náttúran sem svona upplifun í náttúrunni, bæði gömul og ný sem að skila sér í mínum myndum. Já. Það er semst náttúran frekar en fólk eða? Já, ég hef nú haft periódur þar sem að ég mála fígúratívar myndir en vitanlega tiltölulega abstrakt. En það er náttúran núna sem mér var þetta í hug bara í morgun af því ég var nú að hugsa þetta viðtal að ég hef kallað myndirnar flæðarmál núna í mörg ár. Mér var þetta í hug að ef við tækjum eina ljósmynd, segðum til dæmis í viku hverri allt árið og hefðum bara linsuna svona eins og 30 metra upp í loftinu, eitthvað svoleiðis, og sýndum þetta svo hratt, að þá fengjum við út eins konar hreyfingar úr flæðarmáli. Ætli það væri ekki. Þetta alls þar í kringum mann, sko, við lifum það stutt, að hreyfingin hún, en í flæðarmálinu hefur þetta allt leið. Það er þetta sem ég er að fást við. Þessi mynd sem þarna til dæmis, hvað heldur þú hafir, manstu hvað varst lengi að mála hana? Já, það var sérstakt með þessa mynd, það er skrítið að hún skulle hafa lent hana. Hún var á sýningarferð í Bandaríkjunum 65 til 66 ásamt fleiri íslenskum myndum. Nú svo kom þetta nú tilbaka og hún er búin að vera að flækjast hérna hjá mér síðan og núna á dögunum réðist ég á hana aftur og notaði sumt úr þeirri mynd og bætti við. Þannig að hún er sem sagt frá því 65 og núna 87 er hún klárum. Reyndar orðin svolítið öðruvísi núna. Svoleiðis að það getur verið allur gangur á þessu. Stundum mála ég mynd á 4 klukkutímum og man eitt dæmi slíkt. Þá var ég nýkominn frá London og þeir voru að setja upp sýningu út í listasafni, einhvers konar stóra sýningu, ég man ekki hvaða tilefni það var og vildi endilega fá mig með á þá sýningu. Og ég sagði að það gæti ekki gengið, ég ætti ekkert að myndum en langaði hins vegar til að mála stóra mynd og það voru nokkrir dagar þangað til átti að opna sýninguna og ég fékk lánaðan Ásmundarsal til þess að mála myndina og nú svo kom að því að ég hringdi eftir 5 tíma til þeirra og sagði að myndin væri tilbúin. Og þeir koma þarna, ég meintir að Steinþór Sigurðsson var þarna með og hann bjargaði málum þegar ekki var hægt að koma myndinni út, niður stigann og út dyrnar. Svo hann tók upp á því að saga í sundur blindrammann og við lögðum myndina saman svona og reynda passuðum að blautir fletinni leiðist ekki hver að öðrum og þannig fór hún út á safn og var negld þar saman aftur. Þessa mynd seldi ég síðan, ég held að árið eftir, þá voru þeir að opna skal ég segja þér, Hässelby slott í Stokkólmi sem sameiginlegur staður höfuðborga Norðurlandan. Nema Stokkólmsborg keypti þessa mynd þarna á
sýningum og hún var til sýnis eftir því sem ég heyrði í sumar í Kulturhúsið ásamt fleiri myndum sem að skólar í Stockholmi eiga. Kristján, nú þú svo fjandi unglegur. Takkar. Hvernig ferðu að þessu? Hvernig ferðu að þessu? Já, það að lifa hæfilega óröglusum lífi, köflum og borða hollan mat og veit ekki, ég held að þetta sé nú eintóm-della sem menn eru alltaf að tala í sambandi við heilsu og langlífi. Ég held að þetta komi beint úr erfðum og sé bara hreinlega í genunum. Mikið af langlífum köllum og kellingum í ættinniðinni? Já, það þó nokkuð. Ertu með einhver krassandi dæmi? Afasystir mín sem María hét bjó í Stykkishólmi, mikil kvenréttindakona og stóð að tímaritinu Hlín sem að þær gáfu út blessaðar. Og hún var að bera þetta út gödurnar og í húsinu í Stykkishólmi þegar hún var, ég man ekki hvort það var 103 eða 4 ára gömul. Hún dó 106 ára. Hennar dóttir víst orðin yfir 100. Nú, afi minn hins vegar, ég held að hann hafi nú verið, kannski rúmlega nýræður eða eitthvað svolítið. Þegar hann fór. Að lokum, þegar þú horfið tilbaka við sjálfum þér frá því þú varst lítill strákur í flæðamálun á Patreksfirði og þangað til í dag þegar þú sem sagt stendur á þessum stalli sem málari. Hvernig svona verkar þetta lífslaup á því? Ertu ánægður með að hafa náð þetta langt? Hugsar það þannig eða hvað það sem að helst svona, hvaða hugrenningar vakna? Ég eiginlega hugsa nú bara eiginlega aldrei þetta því að það svona það sem ég þarf að gera það sem ég hugsa það sem næst og það sem ég að gera ég hálfu önugur yfir því að vera truflaður til að hugsa aðra hluti og þar með talið að stokka upp mitt líf og eða sjá eitthvað fyrir sjálfan mig í framtíðinni. Mér finnst gott að vera laus við það og hafa næði. Heldur þú hafðir á þeim tíma þegar þú varst svona að byrja að fást við myndlist, heldur að þú hafðir reiknaður með að komast þetta langt? Kemur hefur að komið þér á óvart? Hvað hefur þó ræst úr öllu baslinu? Mér finnst ég mála betri myndi núna heldur en áður. Það það sem fyrir mig skiptir öllu máli.